Næst ætlum við að skoða hvernig við gerum lista. Listi svona upptalning. Það gæti verið númerað eins og með 1, 2, 3, 4 og svo koll af kolli. Það gæti líka verið með einhverjum punkti eða einhverju öðru tákni fyrir framan. Og ég svona að sýna ykkur hvort tveggja. Annars vegar það núna sem ég ætla að gera 1, 2, 3, 4 og þá það hér inni í paragrafsvæðinu eða setningasvæðinu og það þetta tákn hérna sem stendur 1, 2, 3 fyrir framan. Þegar ég smetla þennan takka þá sjáið þið að það koma hérna tölur fyrir framan. Og ef ég bæti við, þó það væri inn í þennan hérna, ég glemdi sykri, ég ætla að hafa hann hérna næstan. Þá sjáið að það bara lagaðist númeraröðin. Ég þarf ekki að breyta því þó að eitthvað hafi farið á rangan stað. Númerin leiðréttast sjálf. Ég get líka haft þetta svona lista eins og ég talaði sem ónúmeraður listi, sem eins og þessi hérna, við ýtir á punktana, þá koma svona punktar fyrir framan, en ég get líka valið einhver önnur tákn en mér finnst þau passa betur. Til dæmis svona tékklisti. Þannig að ég svona að hafa það, passar ágætlega fyrir svona innkaupalista. Maður getur, ef maður vill hafa listan hérna örlítið innar, láta hann vera lengra inn á blaðsíðunni, þá get ég farið hér í þetta tákn hérna og ýtt á það. Örin til hægri segir að textinn væri aðeins innar, en mér finnst að fara hún of langt, þá smelli ég hérna tilbaka. Ég sem að leyfa honum að vera hérna, ég meira sagði sem að leyfa þessum að fara aðeins innar líka.